Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Strákarnir á Rakarastofu Akureyrar komu til Egilsstaða dag 1 nú í maí til þess að snyrta skegg. En hvernig kom það til? Það stórt spurt. Ég sendi bara fyrir rælni fyrirspurn til strákarna á Akureyri, Rakarastofu Akureyrar. Hvort ég geti ekki skoppið til okkar einn laugardag eða svo klift héraðsskegg eins og ég held ég hef nefnt við það sko. Þeir tóku nákvæmlega í það sko. Og hér næstum því jafn gott veður eins og oft á Akureyri, þannig að þetta var ekkert alltaf snörp breyting fyrir okkur að kíkja hingað. Töldum okkur þola veðurfarið allavega, en bara skemmtilegt fyrir okkur strákana að fara í skemmtifæri saman og breyta þessum umhverfi. Ykkur hlýtur líka að vera smá umhugað að menn hugsi vel skeggið sitt. Já, sjálfsögðu. Þetta mikið höfuð djást og setur auðvitað mjög mikinn svip á hvern og einn og skiptir miklu máli hvernig þetta lítur út og menn eru svona aðeins að kenna mönnum á þetta í leiðinni. Hver er hugsunin á bakvið línuna hérna undir hálsinum og svona forma þetta svolítið til þannig að menn getur síðan haldið þessu við. En það er ekkert voðalega auðvelt fyrir menn að gera þetta sjálfur? Ja? Nei, það er nefnilega ekkert voðalega auðvelt og menn svona er ekkert alltaf með þessi grundvallar atriði á hreinu sem að við viljum gjarnan halda á lofti. Já. En svo væntanlega skiptir bara öll umhirða, hún skiptir máli eða ekki? Jú, menn gleyma þetta svolítið að kannski að bara þvo skeggið með sjampói og setja næringu og setja olíu og setja vax og svona halda þessu bara hreinu og snyrtilegu eins og þarf að gera við hárið líka sko. Eins og með þig sjálfan, hugsaðu mikið um þetta? Já, ég hugsa mjög mikið um þetta. Ég er duglegur að þrífa þetta og greiði þetta daglega, jafnvel 2 á dag. Olíu, 3 í viku. Það er erfitt að snyrta þetta sjálfur sko. Maður byrjar, tekur á mikið öðrum megin og þá maður ætlar að laga það hinum megin og þá tekur maður á mikið þar sko. Og það enda með því alltaf að maður er ekki minnið skegg í andlitinu sko. Og það er það sem ég vil. Þess vegna hafði ég sambandið þá. The problem now of course is too simple. Er skemmtilega að vera í skegginu en í hárinu? Ég myndi segja bara þetta væri bæði mjög gaman sko. Þetta svona skeggið gefur okkur smá meiri fjölbreytileika í starfið. Já. Við geta skiptið yfir og tekið bæði skegg og hár. Þú ert ekki mikið að setja permanent í skeggið? Nei, ekki mikið í því sko. En það er hægt? Nei, ég held ekki. Sko, ég er nú búinn að vera í þessu fagi í mjög langan tíma, nærri 30 ár. Já. Ég man aldrei eftir jafn mikilli skeggástríði eins og er núna, það hefur verið síðustu 2-3 árin. Nei. Og virðist bara vera komin til að vera og þetta er svona bara almennt orðið viðurkennt og meira segir konur sem betur fyrir farnar að sætta sig við þetta líka. Já. Og gott betur í það, ég held að séu bara farnar að halda í þetta hjá mönnum að það séu með skegg. Já. Men þetta er svona orðið mjög skemmtilegt svona konsept í kringum þetta og mikið orðið af snyrtivörum í kringum skegg til að halda því loftið. Skeggolíur og skeggvax og sérstakir kampar til að greiða þetta og þar fram eftir göttum og við erum náttúrulega bara það er bara mjög mikið að gera hjá okkur á stofuna sem menn er að koma, jável bara í skeggsnyrtingu sko. Og mann finnst þetta rosalega gaman. Og okkur líka, ég hef ekki rækkað mig með sköfu í 20 ár sjálfur sko. Kona mín hefur aldrei séð mér í rækkað og ég er búinn að segja núna ég aldrei eftir að sjá það. Ég er samt ekkert að fara að skegga konu. Nei. Nú ert þú sjálfur með ágætis skegg. Hvað er skeggið að gera fyrir þig? Hvað er skeggið að gera fyrir konuna? Spurðu frekar að því. Nei, þetta er bara, hefur verið stór hluti af mínu lífi bara lengi. Ég get ekki verið án skeggs. Lít út eins og hálfviti. Líður illa. Ég kannast við það. En hefurðu verið að sækja skeggsnyrtingar annað þegar þú ferð úr bænum? Já, ég hef einu sinni farið erlendis og 2 hjá þeim fyrir norðan. Fór sérferð erlendis fyrir skeggsnyrtingu? Já, ég skrap á leigubíl og tók þetta í leiðinni. Já, töpuðu þið? Nei. Ok. Það er svona líklega. Það kom upp svo hugmynd í gær þegar fréttist að því að við varum að fara austur að snyrta
andlit á mönnum hérna. Við ættum að næsta sumar þá fengjum við húsbíl og fækjum hringinn um landið og kemum við í helstu þorpum landsins og einhverjum sveitabæjum líka og snirtum skeggamönnum. Við myndum breyta nafninu í Rakarastofu Íslands í leiðinni. Það er ekki búið að samþykkja þetta ennþá. Það er heldur ekki búið að kasta þessu út á kortinu. Þetta er ekkert útilokað. Þetta er góð hugmynd. Þetta er skemmtileg hugmynd. Þannig að það er aldrei að vita nema þessi upphafið af einhverju miklu stærra. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.